Íslendingar eyða árlega tugum milljarða á erlendu veðmálasíðum, mun hærri upphæðum en stjórnvöld gera sig grein fyrir. Og magnið af veðmálu sem ég setti, kannski 100 veðmál á dag. Íslensk stjórnvöld virði ekki alþjóðasamningu veðmál á netinu. Ég held að það verði jafntefli og bæði liðskori. Setjum 10 € á það. Ekkert eftirlit með erlendu veðmálasíðunum og þar greiða enga skatta og engin gjöld hér á landi. Money is leaving the shores of Iceland every single day. Við erum í Kópavogi, nánar tiltekið í húsakynnum Breiðabliks. Hér verið að fræða liðsmenn yngri flokka hjá félaginu þær hættur sem fylgja veðmálum á netinu. Hafið ekki heyrt neitt veðmálafyrirtæki? Rúbert. Hvað segir þið? Rúbert. Bet365. Bet365, já. Epic Bet. Epic Bet, ok, hvað meira? Hafið við einhvern tímann bett á þessu eða? Já, því miður. Nei, ekkert eitthvað alvarlegt sko. Bara, þú veist, eitthvað sleikmarinn skorar eða eitthvað svoleiðis skilur í ensku úrslitinni. Já. Það er alveg grein fyrir að maður tapir þessum pening sko. Svo áhrifavaldar ekkert að hjálpa til sko. Þannig að það er alltaf að tala stóra vinningin en ekki hvað búið að skilur setja inn í til að fá stóra vinningin. Potturinn hjá íslenskum geturunum 4 vikna gamall og búist við því að heildarvinningsupphæðin fari yfir 10 milljónir króna. Íslenskar geturunir hófu fyrst starfsemi árið 1952. Í upphafi notuðu menn blýant til þess að fylla út geturunaseðir með 12 fótboltaleikjum, mestmegnis í dönsku og sænsku deildunum. Frá 1969 var svo hægt að tippa á leiki í enska boltanum. Ég ætla að hafa 2 á Liverpool, 1 á Everton. Smári, má ég spyrja þig, hvað eru þið að gera? Við erum að reyna að grafa upp þessar 13 leiki rétta. Við styðjumst við gögn sem við erum búin að sanka okkur og bækur og fyrir úrslit. 1994 hófst svo sala á lengjunni og þá var í fyrsta skipti hægt að tippa á hverjum degi og velja einstaka leiki sjálfur. Þorsteinn Pálsson dómsmálaráðherra var fyrstur til þess að taka þátt í lengjunni. Hann valdi 3 leiki, spáði IBVF sigri gegn Valsmönnum og Víkingi sigri gegn Gróttu í handboltanum. Þetta Þorsteinn Pálsson hérna. Ég tilbúinn með þetta, þannig að ég ætla að biðja ykkur að opna fyrir þetta. 1995 urðu íslenskar geturunir svo fyrst fyrirtækja í heiminum til að selja leik á lengjunni í gegnum internetið. En síðan þetta var, hefur mikið vatn runnið til sjávar. Erlend veðmálafyrirtæki tröllríða markaðnum og í dag afar einfalt að veðja mjög háum upphæðum á íþróttaviðburðum allan heim, allan sólarhringinn með einu handtaki í símanum. Og þessu fylgja ýmsar hættur. Á Íslandi eru 6 fyrirtæki með leyfi frá yfirvöldum til þess að reka happdrætti eða veðmálastarfsemi. Það eru Happdrætti Háskóla Íslands, Happdrætti DAS, Happdrætti SIBS, Íslenskar geturunir, Íslensk getspá og Íslandsspil. Þessum félögum og fyrirtækjum skylt samkvæmt lögum að láta allan ágóð af sölu renna til menningar, íþrótta eða góðgerðamála. En á sama tíma hafa fjölmörg erlend fyrirtæki haslað sér völl á Íslandi. Ekkert eftirlit með þessum fyrirtækjum og þau borga enga skatta og engin gjöld hér á landi. En vísbendingar eru að þau hagnist gríðarlega á íslenskum spilurum. Happdrætti eða veðmál á Íslandi eru lögleg ef þau hafa starfsleyfi og varðandi íþróttageturunir eða veðmál og íþróttaleiki þá eru íslenskar geturunir með einkaleyfi fyrir því. Þannig að öll veðmál á íþróttakappleiki á Íslandi sem eru ekki á þeirra hálfu eru þá í raun ólögleg. Sælir, hvað segið þið? Það ekki? Við erum stödd á Ásvöllum í Hafnarfirði. Nýtt tímabil að hefjast hjá meistaraflokki knattspyrnufélagsins Ásvöllum. Strákar, æfing í dag, tökum bara hefðbundið, þetta verður reitur og spil bara einfalt, þetta bara fyrsta æfing. Kristinn, þjálfari meistaraflokks KA, gamal reyndur knattspyrnumaður. Það var einhver sem muna eftir fyrir einhverjum árum síðan þegar ég tók við ég bannaði veðmál umræðu inn í klefa. Það var ekki til þess að hlífa sjálfum mér, það var til að hlífa ykkur.
En öðru leyti, þú veist, bara nýtt tímabil, nýtt upphaf, þriðja deild býður. Ok, let's go, setjum þetta í gang. Ég sé strákar að hlaupa inn í klefa með æfingu, bara til að kíkja betti sín. Þessi strákar þurfa að vera í símanum á bekknum bara með leik til þess að fylgjast með einhverju betti, drífa sín í klefa í hálfleik til þess að kíkja eitthvað betti á sér eða, þú veist, þetta eðlilegt? Mér finnst það ekki. En það ekki að ástæðu lausu sem Kristinn leggur svona mikla áherslu á að leikmenn haldi sig frá veðmálum. Sjálfur byrjaði hann að veðja fyrir 10 árum, þá var hann 30. Fyrir mitt leyti, ég var aldrei líka sækjast í tilfinninguna að vinna. Sigur tilfinningin var bara léttirinn, bara þú veist, þetta gekk. En kvíðinn, spennan og allar þessar vondu tilfinningar, þær kom með töpunum. Það umverulega sú tilfinning sem við erum að sækjast í ómeðvitað. Við vitum það ekki, en það umverulega sú tilfinning sem að gefa okkur rössið. Hversu stóran hluta dagsins eða sólarhringsins heldur að þú hafi verið að hugsa veðmál? Allan. Frá morgni, þegar ég vaknaði og þangað til ég fór að sofa. Ein af minnstu stofnunum landsins, Lyfjaeftirlit Íslands, sér forvarnir og fræðslu skaðsemi veðmála og tekur við ábendingum hugsanleg brot. Birgir bendir á að veðmál hafi breyst mikið á síðustu áratugum. Í dag sé ekki aðeins hægt að veðja á úrslit leikja heldur einnig ýmsa þætti leiksins og framistöðu leikmanna, svo sem hver fái fyrstu hornspyrnuna, fyrsta gula spjaldið, fjöldi marka og svo framvegis. Þú getur veðjað á bara allt sem dettur í hug innan leiksins og það sem gerir þetta þá aðeins svona meiri söluvöru og þá verður þetta allan tíman spennandi og dópamin hvetjandi og svo úrslit leiksins kannski bara aukaatriði. Sem að fór hann niður en íslenski dómarinn dæmdi ekki neitt. Sem Hákon fórnaði höfðinu hann. Ég sé að það ólíklegt að Ísland sé að fara að vinna með Stuðlana. Það mánudagskvöld og leikur Íslands og Frakklands hafinn. Við erum heima hjá Erlingi sem veðjar af og til á leiki. En ég gæti sett smá penning undir og fengi 11-falt tilbaka og svo endalausar aðrir möguleikar. Þú veist, það alls konar svona litlir hlutir sem þú fylgist með á meðan að leiknum stendur. Þetta ekki bara veðmál fyrirfram upp á hvori sigur vegarinn og svo horfur á leikinn og pælir svo veðmálinu eftir á. Heldur ertu stanslaust að hugsa leiðir til þess að græða mögulega pening á meðan að leiknum stendur. Albert inn á næstu og dettur niður í teignum. Hér til Herðu, Íslendingar skora. Já, hvað gerist það? Hér séu Íslendingar skora. Nú sjáum Stuðlana breytast. En því líkurnar á Ísland vinni fara úr því að vera 10,75 stuðlar niður í 3,3. Ég held að það verði jafntefli og bæði lið skori. Setjum 10 € á það og þetta það sem við fengið tilbaka. Íslensk rannsókn leiðir í ljós að fólk sem glímir við spilavanda sækist mest í rafræn spilavíti og netpóker. Mér finnst þetta ekki virka eins og þetta sé höfða til umfjöldurins fólks. Þetta rosa svona grípandi og saklaust. Finnst þér afslappandi að fylgjast með þessu? Nei, þetta þú veist, ég ekki með neitt undir, en þetta rosa, ég skil að þetta sé eitthvað sem að fólk getur leitað í sem eitthvað flottar, sko. Happdrætti Háskóla Íslands ásamt öðrum innlendum hagsmunaaðilum á sviði happdrættis og íþróttaveðmála átti sæti í starfshópi ráðherra endurbætur á happdrættismálum. Ein tillagna hópsins var að núverandi sérleyfishöfum verði heimilað að bjóða upp á leiki sína og spil á netinu. Gagnrýnt hefur verið að ólöglegu veðmálasíðurnar fái að starfa hér óáreittar og taka við peningum frá íslenskum spilurum. Happdrætti Háskóla Íslands fékk bandarískt fyrirtæki, YieldSec, til þess að gera úttekt á stöðunni hér á landi. Fyrirtækið sérhæfi sig í ráðgjöf varðandi ólöglega veðmálastarfsemi á netinu. Á meðal annarra viðskiptavina fyrirtækisins eru stofnanir, fyrirtæki og stjórnvöld víða heim. So we help them understand how illegal gambling is a form of crime. Illegal gambling is backed by criminal groups globally. The problem in Iceland is this. You've not done anything about the liberalization of the marketplace and clear and effective regulation and enforcement in the marketplace. So you have a problem with crime in Iceland. You have hundreds of criminal operators. YieldSec survey counted 561 on our study. Þar á hann við að hér á landi starfi 561 erlend veðmálasíða
með ólöglegum hætti. Ísland hluti af alþjóðlegu samstarfi sem berst gegn ólöglegum veðmálum og fullgilti fyrir tæpum 3 árum svonefndan Macaulay-samning. Þar eru ólögleg íþróttaveðmál skilgreind sem veðmál sem ekki hefur fengist leyfi fyrir í landinu þar sem neytandinn staðsettur. Það sá eða sú sem veðjar. Íslenskum yfirvöldum ber skylda til að loka fyrir eða takmarka með beinum eða óbeinum hætti aðgangað ólöglegum fjarlægum íþróttaveðmálafyrirtækjum eins og segir í Macaulay-samningnum. Einnig að stöðva fjárstreymi milli ólöglegra íþróttaveðmálafyrirtækja og neytenda, að banna auglýsingar ólöglegra íþróttaveðmálafyrirtækja og að vekja neytendur til vitundar þær hættur sem fylgja ólöglegum íþróttaveðmálum. Fyrir þessu alþjóðlega samstarfi fer Kaupmannahafnarhópurinn eða Group of Copenhagen. Coretin Segalin formaður hans. Hann segir það afar mikilvægt að Ísland hafi fullgilt samningin. Because it's also a way to say that, okay, all the gambling operators that are operating in Iceland without a license, they are illegal. Hann segir skipulagða glæpastarfsemi þrífast á veðmálasíðum. We have some evidence that some very big match fixers right now are owners of huge illegal betting operators. And so, of course, there is a link between money laundering, illegal betting, and sports manipulation. Birgir telur að innlend glæpastarfsemi hafi nýtt sér ólöglegu veðmálasíðurnar. Hvort sem það sé peningaþvætti í gegnum bara lögleg veðmál eða þá næsta skref hafa áhrif á úrslit leikja og taka þá allan peningin. Af því að það hægt að þvo peninga í gegnum veðmálafyrirtæki líka. Fyrir tæpum 2 árum gaf embætti ríkislögreglustjóra út áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. Talin mikil hætta á slíku á erlendum veðmálasíðum. Í skýrslunni segir að lögreglan hafi vísbendingar að íslenskir brotamenn noti fjárhættuspil á erlendu vefsíðum til peningaþvættis. Þetta ekki endilega bara þeir sem að taka þátt í leiknum. Þetta utanaðkomandi skipulögð glæpastarfsemi og þetta í gegnum internetið. Og það geta allir gert þetta heima á sér í gegnum símann sinn. Í Danmörku starfrækt sérstök stofnun sem hefur eftirlit með veðmálum í landinu, Spillemyndigheden, og hún heyrir undir dönsk stjórnvöld. Í nýlegri rannsókn stofnunarinnar kemur fram að Danir voru í 12. sæti við þær Evrópuþjóðir sem vörðu mestum peningum í veðmál í fyrra. Ef við horfum upp töfluna, kemur í ljós að Íslendingar eru í öðru sæti. Samkvæmt rannsókninni eyddi hver fullorðinn Íslendingur að meðaltali 72.000 krónum í veðmál í fyrra. Aðeins Kýpverjar eyddu meiri peningum í veðmál. Erlingur 25 ára og vinnur sem frístundaráðgjafi í félagsmiðstöð og vinnur því mikið með börnum og úlingum. Orðræða úlinganna svolítið þann hátt að mér finnst þetta svolítið normalisera. Þegar það kannski landsleikur í gangi í félagsmiðstöðinni þá hefur alveg lent í það úlingar gangi út frá því að ég sé með veðmál á leiknum og eru forvitnir að vita hvað ég sé bara, hvort ég sé ekki að betta á leikin. Mér finnst þetta rosalega algengt hjá jafnöldrum mínum og þetta líka alveg normalisera fyrir mér. Iceland has a love affair with online gambling. 56% of the Icelandic population, total population, which includes children, okay? 56% of the population during the first half of this year engaged with online gambling. Sem þýðir að 56% þjóðarinnar hefur sett like við samfélagsmiðlapóst frá veðmálasíðu, smellt á auglýsingar, farið inn á síðurnar eða lagt inn veðmál á löglegri eða ólöglegri síðu. Þá má gróft áætla að Íslendingar eyði 10 til 12 milljörðum króna í fjárhættuspil í erlendu veðmálasíðum á hverju ári. Þetta sagði dómsmálaráðherra á Alþingi í lok september. Flest bendir þó til að þær tölur sem ráðherra nefndi séu ekki réttar og að Íslendingar eyði miklu hærri upphæðum á erlendum veðmálasíðum. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni var 18 milljörðum varið á erlendum veðmálasíðum með íslenskum greiðslukortum í fyrra. Eyðslan hefur stöðugt aukist undanfarin ár og ekkert lát virðist ætla að verða á henni því það stefnir í að hún verði 20 milljarðar í ár. Þetta rímar nokkurn veginn við upplýsingar frá bönkum og fjármálastofnunum sem benda til að eyðslan verði 22 milljarðar í ár. Þessar tölur byggjast eingöngu á veltu íslenskra greiðslukorta. Þær tölur sem koma frá erlendum greiðslukortum Íslendinga og rafmynt eru ekki teknar með. En
báðar greiðsluleiðirnar eru orðnar mjög algengar, sérstaklega í veðmálum. Yieldcheck hefur gert úttekt á veðmálamarkaðnum á Íslandi og lagt mat á hversu háar upphæðir streyma í gegnum erlendar ólöglegar veðmálasíður. In Q2, that value was around 9.1 billion Icelandic krona. Okay? Across the whole year, you're looking at a marketplace that's in the region of around $300 million. Okay? Sem jafngildir rúmlega 36 milljörðum íslenskara króna. 80% goes to crime, 20% goes to legal licensed companies in Iceland, and owing to the nature of Icelandic regulation, most of that money is distributed in good causes. Money is leaving the shores of Iceland every single day through electronic transfers and currency transactions. Þess má geta að íslenskur toppfótbolti fær tekjur af því að selja einkaréttinn á því að safna tölfræði á leikjum liða í efstu deildum knattspyrnu. Enskt fyrirtæki, Genius Sports, keypti einkaréttinn. Fyrirtækið sérhæfir sig í tölfræði sem það selur áfram, meðal annars til fyrirtækja sem reka veðmálasíður. Íslenskur toppfótbolti neitaði að upplýsa Kveik hversu háar greiðslur samtökin fá fyrir tölfræðiupplýsingarnar, en þó ljóst að þær eru ekki nema brotabrot af heildarveltu Íslendinga á ólöglegum veðmálasíðum. 36 milljarðar króna umtalsvert hærri upphæð en áður hefur verið nefnd í umræðunni hér á landi. Við sína útreikninga tekur Yieldcheck ekki aðeins mið að veltu í gegnum íslensk greiðslukort, heldur einnig veltu í gegnum erlend kort, rafmyntir og aðrar greiðsluaðferðir. En hægt að treysta því að þessi tala sé nærri lagi. We've been working for 5 years now, and our numbers are trusted by governments, regulators, operators all over the world. No one has ever done the audience monitoring to say, well, there are this many people, and they're engaging with this many sites and apps, and all of those sites and apps are illegal, and they're spending this much time on there, and then factoring for an amount of money spent. So I'm open to us, we're telling you clearly it's an estimate, but our estimates generally come down within 1% plus or minus variance. Það í öllu falli ljóst að íslenska þjóðin að verða af stórum upphæðum sem streyma til erlendra veðmála fyrirtækja. En samkvæmt upplýsingu frá skattinum almenna reglan sú að allar tekjur eru skattskyldar, líka tekjur af veðmálastarfsemi. Segalen segir að veðmálasíður sem starfi ólöglega greiða ekki skatta og skyldur og vinningar séu sjaldnast gefnir upp til skatts. They pay no taxes at all, of course. Þá greiði sumar veðmálasíður ekki út vinninga. We have a lot of cases where those illegal operators say, no, we will not pay you. So they just take your money, and if you have a big win, they will never pay you. 14 mál hafa komin á borð lögreglu á síðustu 5 árum sem varða lögum fjárhættuspil og veðmál, samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra. En ekkert þessara mála leiddi til rannsóknar. Í svarinu einnig nefnt að meint ólögleg starfsemi erlendra veðmálasíðum hafi verið rannsökuð, en það mál hafi verið fellt niður þar sem ekki voru næg sönnunargögn. Iceland can be targeted by organized crime, in particular if it's very easy to offer illegal betting to Icelandic bettors. Segalen bendir á smæð Íslands og að hér sé lögreglulið fámennt. And so, of course, you are an easy target for the criminals because they can see that they can offer their illegal betting to a lot of people without police reaction. Segalen segir til að sporna gegn ólöglegum veðmálum í Frakklandi hafi verið lokað á IP-tölur ólöglegu síðana. Jafnframt hafi bönkum verið gert skylt að loka fyrir greiðslur til þeirra. Birgir segir tvennt skýra það hversu mikið framboð veðmál á netinu hefur aukist á síðustu árum. Það fyrsta lagi vegna þess að það búið að lögleiða það á mörgum stöðum, eins og til dæmis mörgum ríkjum Bandaríkjanna, og svo það internetið. Þannig að það orðið mjög auðvelt að veðja á íþróttaleiki og það náttúrulega að veðja á allt frá knattspyrnu til rottuhlaups og allan sólarhringinn, af því að það alltaf eitthvað í gangi einhvers staðar. Fótboltinn í Suður-Ameríku enda svona 1:30 á nóttinni og hitt að byrja svona upp á 7 á morgni. Ég þurfti ekki eins og vekjaraklukku til þess að ræsa mig. Og stundum átti ég andvökunætur ef mér datt í hug að fara á NBA til dæmis. Þá gæti ég verið hangandi alla nóttina eftir einhverju bara því að ég gæti ekki slögt á mér meðan það var eitthvað í gangi. Og magnið af veðmálu sem ég setti, kannski 100 veðmál á dag. Hvað? Komið nú, 5, 4, 6, 8, 9, 7.
Kristinn segir að þrátt fyrir aldurstakmark sé auðvelt fyrir ungmenn að stunda veðmál á netinu. Þetta staðfestingar að tala ég við annar flokk í ungmennafélagi þar sem að strákar eru 16 til 18 ára og þar var stór hópur þeirra sem voru að stunda veðmál og þeir gátu gert það bara á að réttir. Og svo það líka þetta með auglýsingarnar. Ég verið í kennslu og líka bara í félagsmiðstöðinni þá til dæmis bara YouTube. Þar veðmála auglýsing við annað hvert miðband. Og náttúrulega líka verður þannig algoritminn í símanuðinum að hann náttúrulega hann skynjar hvað þú ert að gera þannig að þú vissulega færð auglýsingar sem tengjast veðmálum miklu meir þannig að þú getur raun og veru ekki flúið. Og þótt Erlingur veðji ekki reglulega á leiki, minna veðmálin á sig með tölvupóstum. Það virðist vera svona vikulega og stundum hann að fá þetta milli. Alltaf að bjóða minni fría peninga, sko. Já. Frítt 20 € veðmál. You did not wake up to be mediocre. Bang. Það hefur vart farið fram hjá nokkrum manni að margt áhrifafólk klæðist fatnaði merktum erlendu veðmálasíðum og auglýsir þær. I think they are taking money from illegal activity. And for example, in France, what we did, you can be sentenced because you are making advertising for an illegal gambling operator. Þetta ekki svirð og mælikvarðan á að vera spilafíkill ekki endilega hversu mikið þú ert búin að tapa í hversu miklu mínus þú ert. Það tíminn sem þú í það. Hvað ertu annars þar í lífinu þegar þú ert að spila? Hvernig gengur með skólan, hvernig gengur með vinnu, hvernig gengur með fjölskyldu tilöðalíf? Varst í sambandi eða sambúð þarna? Já, hún var enda að mæða það, hún var duglega að henda mér út bara þegar þannig að sem bara gott hjá henni, þú veist, og það ekki bara áhrif á það, ég meina að þú veist, það er mér áhrif á kynlíf. Þú veist, ef að betti gengur illa, þá gekk honum illa líka á móti, skilur, þú veist, það var bara geturleysi í gangi. Erlingur hefur áhyggjur á ungum karlmönnum og veðmálum þeirra. Þegar við erum náttúrulega bara að horfa upp á einmannaleiki í samfélaginu hefur aukast. Þegar við líka horfum á sjálfsvígstíðni og við horfum á þennan dapurleika og einmannaleika, þá það ungir karlmenn sem eru útsettir fyrir einmannleikann. Ég held að þeir séu rosa veiki fyrir að finna þarna spennu. Þeir fá eitthvað þrill út úr því að setja pening undir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin bendir á að veðmál geti ógnað heilsu fólks, leitt til andlega veikinda og sjálfsvíga. Rannsóknir sýna að fólk sem glímir við spilavanda 15 sinnum líklegri en aðrir til að svipta sig lífi. And so that's why licensed gambling operators, they have obligation. They must detect the people that have gambling issues, whereas the illegal betting, they will target you and they will make you addict. Hvað var til þess að þú bara hættir? Ég var bara búinn. Ég var raunverulega gjörsamlega búinn á því og þarna var ég á 34 ára, verða nánast kominn á götuna þannilega, átti engin húsa til að vera í. Kristinn segir að vandamáli líki meðal annars í því að veðmálin séu alltaf til staðar, allan sólarhringinn í snjallsímanum. Óvænt uppákoma var til þess að það náði tökum á vandanum. Ég var settur í einangrun í COVID, möguleg COVID-smitt. Ég var bara í henni herbergi. Sonur minn átti rúm sem var frekar mjúkt, yfirdýna frekar mjúk og mér leiddist og tók smá hliðarspor. Mér leiddist bara einhvern veginn og eina sem var í sjónvarpinu var eitthvað fótbolti sem engan áhuga á. Setti einhverja 2-3 leiki þarna á þessum tímabili, þarna bara síðan fer ég fram, næði mér í seríóskál og sest í rúmið er mjúkt. Ég velti seríóskálinni yfir og mjólkinni yfir síman og síminn bara krassar og ónýtur. Og ég hugsaði mér bara, já, þetta var eiginlega bara geggjað. Þannig að ég bara henti símanum, henti þessum hugmyndum, tók upp spjallsíman og hugsaði mér bara, svona verður bara líf mitt.
And one thing Yieldsec understands really clearly from its global work, what does crime do when it makes money from online gaming? Doesn't invest in pensions, doesn't invest in the community, doesn't invest in more roads or bridges or cancer machines. What illegal online gambling does when it makes money? More crime. And that crime will come back to your borders in other ways. So there's money laundering, there's the facilitation of illegal funds being moved all over the world. Hátt í 600 ólöglegar erlenda veðmálasíður taka við veðmálum frá Íslendingum, meðal annars síður sem glæpasamtök nota til að þvætta peninga. Og þessar síður taka 36 milljarða úr landi árlega og skila ekki nema brotabroti tilbaka. Og þá ótalin öll svo andlega vanlíðan sem veðmál geta valdið. Íþrótta- og Ólympíusambandið hefur kallað eftir því að lögum veðmál verði framfylgt og starfsemi stöðvuð. Það hafa íslensk stjórnvöld ekki gert, heldur látið starfsemina með öllu óáreita, að því að segir í ákalli ISI. Við hefum alltaf séns, en við þurfum að horfa á þetta bara sem íþróttaleik. Þannig að við gefumst ekkert upp og það þarf bara fólk með áhuga og heilindi á bak við það til þess að berjast að krafti gegn þessu. That's not done by going after the end-use criminals. What's done is by going after the supply chain. Enforcement, what do I need to enforce against? Facebook posts, social media posts, illegal streaming access, ISPs, okay? And then optimization, put fair conditions in for local legal companies to offer Icelandic consumers the gambling that they clearly demand and desire. Hann segir að aðgerðir geti skila árangri. Dæmi sé lönd þar sem hlutfall ólöglegra veðmálastarfsemi hafi farið úr rúmlega 90% í 50% á aðeins hálfu ári. Get the benefit for your community, taxation and good causes money in Iceland, and fundamentally look after Icelandic consumers because they should be safe, they should be taking part with fair products, and children should be excluded, and the vulnerable and addicts should be excluded. None of that is happening today. 3, 2, 1. Okay. Hver á boltan? Já, hver á boltan? Já, 3, 2, 1. Leikinn verður aldrei meira en 1,5. Vel gert, Egill. Frábært. Veit raunverulega samfélagið hvaða áhrif veðmál geta haft á fólk. Ég get sagt út á sjálfum mér, þetta hafði hræðileg áhrif á mitt nærumhverfi, mitt fólk, allt mitt líf. Ég hugsa að ég væri ekki hérna til að byrja með. Ég hugsa að ég væri ekki búinn að ná árangri sem þjálfari með leikmannahóp og strákar sem líta upp til mín ef ég væri ennþá þarna. Ég væri bara lokaður inn í myrkrinu, það er það sem hana er. Lokaður inn í herbergi í símanum, fastur í einhverju, óvinnufær.